Sunna að segja þér? Hvað? Ég er búin að bíða í 280 daga eftir þessum degi. 15. apríl. Já. Oh my god. Það er crazy. En En eitt countdown dagur okkar komin, runnin upp. Ándjóks. Við erum alltaf counted down. Alltaf. Loksins er þessi komin. En ég er aldrei beðið jafn lengi eftir einum degi. Ég hef aldrei verið með eitthvað svona, vita eitthvað nýju eðvust. Það er mjög áhugavert hvar þú ert í dag á þessum degi, að því að við erum alltaf að taka upp fram í tíman. Já, það er náttúrulega, það gefið, vonandi er það augljóst, en við erum hérna... Fyrst það situr ekki hérna í live og... 15. apríl, nei. Þótt að það verið ekki kannski samt, verðum við að taka upp 15. apríl. Gæti verið, kannski ertu bara ennþá bara fresh og... En allan að dagurinn sem er í dag þegar við tökum þetta upp er ekki 15. apríl. Nei. En dagurinn sem þetta kemur út er 15. apríl og það er augljóslega dagurinn sem að við höfum verið að bíða eftir. Það byrstaði sett í dag. Ég er sett í dag. En hérna, þættinir sem að eru framundan og þið hafi verið að hlusta og eru búin að vera teknir svona fram í tíman. Já. Bara svona just in case. Af því að Sigga sagði við þyrftum ekki að bíða, þannig að við vildum bara vera með gott content fyrir ykkur öll. Já, við vildum ekki fara í pási hérna strax. Ekki strax. Allavega vonandi ekki enga pásu, en þú veist, þess bara kemur í ljós. Sjáum bara hvernig það fer. Já. En hérna, það gæti sem sagt verið að núna þegar þessi þáttur kemur út að þú sést bara búin að eiga. Að ég sé bara heima með barn. Já. Það er crazy. Oh my god. Það er sko crazy. Ég fyrst, hvenær ætli maður átti sig á því raunverulega? Er það ekki bara þegar maður er komin heim með það? Í barn? Já. Jú. Þegar þú er komin heim barn og þú ert svona, hvað ég gera við það? Ég mitt, ég bara stjórnum. Where do I put it? Bara eitthvað svona, bara eitthvað pínlítið manneskja sem er bara eitthvað kringum 50 eitthvað sentimetra, bara stjórna lífinu. Já. Bara eitthvað pínlítið rækja. Hún bara geði stjórn sem bara, já. Þú þarf bara að vera heima með henni og gera hann borða og láta hann kúka og ropa og bara þau stjórna öllu. Eitthvað nokkur sentimetrar. Sem ég get ekki sem talað. Nei, einmitt. Þau eru bara að horfa á þau bara, og þú er bara, oh my god. Já, bara, oh my god. En líka bara, þú veist, svo kannski sestu niður og þau vilja þú sett labbandi. Þú er bara að labba. Nákvæmlega. Þetta er svo glætt. Já. Það er alveg styrla að hugsa um þetta núna. Svona tiny manipulators. Þetta er það. Já. Rauninni. Á mjög góðan hátt. Já. En við erum bara just saying like it is, you know. Þegar ég var alltaf að hitta Tinnumarju fyrst. Já. Alltaf verið að halda hann. Ég mátti ekki sitja með hann, sko. Nei, er það ég þurfti bara að labba og ég kom bara til Jói til að fá smá hand workout, sko. Jokes. Þegar hún vildi bara liggja á öxlinu bara. Og láta labba með sig. Já, hún bara sofnaði þannig. Einmitt. Það er svo krúllegt, sko. Og þú ert þá ekkert að setjast niður, skilur. Nei. Þú bara hlýðir Tinnumarju. Já, Tinnumarju bara með mig í pocket, sko. Nákvæmlega. Og þín verði það líka, sko. Já, bless verði. Það var svona þegar hún fær síma og Sunna að segja hvað mamma er ekki að. Já, bara, I got this. Guð, en... Hringið til brjálið, bara, hvað ertu að gera? Já, nákvæmlega. En já, eins og þið vitið, þá erum við að taka svona fram í tíman núna. Þannig að fyrst, ég veit ekki hvar ég er í dag þessi þátt kemur út. Ég vona ég sé bara pungið sér batn út, sko. Án gríns. Ég vona það. Oh my god, það kemur tilkynning á teboðið. Já, og við látum ykkur vita sjálfsög, þið bara fyrst. Á Instagram, já. Þannig að bara make sure að fylgja okkur það. Já, algjörlega. Og fylgja bara Birtu á Instagram það líka til að en við sjálfsög gefum tebos gestunum líka tilkynningu. Þau fá fyrstu myndina af öllum. Ekki fjölskyldan. Já, nákvæmlega. Bara hæ krakka, bara yfir live á Instagram. It's about to go down. Við verðum svolítið að taka svona live þegar þú er maður ekki svona sókví heima? Jú. Þá tökum við live þegar þú ert ready og við spjallum saman af því ég þá að fara að hitta hana og teboðsgestinir. Já, eftir meina svona þú heima á þér, ég heima á mér. Já, þá getum við tala saman einmitt og allir hinnir fylgst með. Já, mjög skrítið en samt skemmtilegt. Það er mjög gaman. Nei, og svo svo það sem ég og Sunna erum basically óskokkur, við erum óskokkur allt þetta saman. Við erum óskokkur bara hún sé bara róleg og góð og allt það, því að þá getum við, þá stoppar okkur ekki að vera með svoandi vatn hérna inni, sko. Og með við spilum. Gríns. Ég get bara rugga henni bara einmitt. Minnsta máli. Nákvæmlega. Og líka þú veist, ef það er eitthvað raddir sem hún er vön, þá hlýtur að vera mín og þín. Já, 100%. Þú veist, ég er búin að vera óleitt allan þennan tíma. Sem við byrjuðum. Pældi í því.
bara sturla sko. leið að byrjum að taka upp aftur eftir hérna og áttana, það fiskir sem þú ert ekki álegt. Já, það sturla sko. Í tebúðinu. Það sturla. It's amazing. Já, þannig að þið eru búin að fá að fylgjast með. Já. En áður fyrir mig topic dagsins, þá ætlum við að tala um styrktaraðal þáttarins. En ég er búin að bíða eftir að segja þér. Hvað? Að ég varandi lögspa. Já. Organic skincare. Já. Að þá buðu þau mér. Já, í mömmudegur. Þau buðu mér í nýtt líf, heitir það. Já. Það er svona mömmudegur. Eða svona fyrst fyrir óléttakonur. Já. Og svo getur náttúrulega líka farið í degur. Þau eru búin að eiga allt það. Ég veit ekki okkur kallaði þetta mömmudegur, heitir þetta ekki eitthvað þannig? Jú, ég held að þetta heitir nýtt líf, þessi pakki. Já. En þú veist, en ég held samt að þú getur alveg farið þú búin að eiga. Það þá er líka mömmudegur náttúrulega. Ok, byrju svaraði mér einu. Já. Ég hef eina spurningu. Einmitt. Var gat á bekknum fyrir bumbuna? Einmitt, það er ég er búin að bíða eftir að tala við þig þetta. Að því ég ætlaði sko bara eitthvað að setja í story, svo bara, nei, ég bíða eftir að tala þetta við Sunnu þetta bara að segja þetta. Þannig ég er ekki búin að ræða við þig. Já. En þetta var sérst þannig að ég fekk sérst degrið í gjöf og ég var bara eitthvað svona, ég hef aldrei farið í nudd en eitt á Íslandi. Nei. Hefur þú farið? Nei. Nei, ég hef aldrei farið í nudd í Íslandi. Jú, ég farið í lögspa. Já, í nudd. Já, ég fór í súkkulaðinudd. Oh my god, nice. Já, gæðið. Ég jóa varum á Valdísstæðin fyrir ekkert sem hann. Oh my god, hvað það er sætt. Jók, það er geggjað. Já. Vel með súkkulaðinutti. Og geðveikt. En ég hef aldrei farið í nudd á Íslandi. Ég hef farið eins og nudd í Bangkok og það var bara svona, þú veist, ég var bara hlátuskasti. Það var bara fyndið. Það var svona konur að labbúnar. Nei. Já, what? En ég hef aldrei farið í svona, þú veist, bara alveg bara spanudd. Já. Og ég eitthvað svona, oh my god, þú veist, ég verð að nýta mér þetta. Þú veist, ég alveg fengi gjafabréf áður og bara einhvern veginn glemt að Og svo rennuð út og já, þú veist, það er margir sem gera það. Já. Þannig að ég fekk þetta og ég var bara ok, ég bara, I will do it. Og svo byrjum á því að fara í bara spaði sjálft. Hekka næs, alltaf næs að vera þar. Best. Við þekkjum það. Já, nachos. Já, ég svo sannlega fekk mér nachos. Það ekki? Jú, eftir nuddið, sko. Ég er svo pirrað að ég komst ekki með maður. Já, ég og Bensi. þið ætlaðu að koma með okkur Já, við vorum að læra. Já, fucking lærdómur. Eiginlega ekki allt. Ándjóks, en Gunni fór í draum herrans. Já. Og hann var sérst bara að gera það, sérst þannig að hann fekk eitthvað svona herðanudd og svo fekk hann andlitsbað. Ógeðslega heppinn. Hljómar svo vel. Allavega, svo kemur inn, það komin nuttur að sækja ég. Komin í spa og bara Birta, já, eitthvað svona. Og ég sest svona fram í svona sófa og býð eftir að nuttur að minna tilbúin. Og svo kemur kona sem nutaði mig. Hún kemur fram og eitthvað svona að sækja mig og hún eitthvað, sorry, eða eitthvað. Það er eitthvað pínum ég var að undirbúa bekkin. Já. Og ég ok, nice, bara eitthvað. Svo kem ég inn og þá sem bara, já, hérna er gatið fyrir bumbuna. Ég var bara, oh my god. It is real. Þannig að gat, það var gat fyrir bumbuna. Já. Og svona hól fyrir brjóstin. Að það? Þannig að þú varst ekki kremjaði brjóstin. Nice. Ég segja það. Ég er ekki búin að geta leigja á maganum í tæpt hálft ár. Vá, hvað var þægilegt. Er það ekki? Jú. Oh my god. Pældi að geta ekki lagst á magan. Ó, ræðilegt. Það er ræðilegt. Maður á ekki svo á maganum, en ég sé mjög mikið á maganum, sko. Já, maður bara chillar ofta á maganum. Já. Ég bara get það ekki. Þannig að þarna gæti ég bara, þú veist, og það er svona... Varstu ekki bara, hvað kostar þessi bekkur? Já, bara ekki, get ég fengið hana bekk. En vákvæmt og þægilegt. Ó, ekki trúið því. En eins og ég hef aldrei farið í nuddaður, þannig ég er sem ekki, ég er hálfviti eitthvað svona. Þannig hún er eitthvað svona, já, þú bara kemur fyrir að bekknum, ég fer út, ég kem aftur inn eftir smá. Ok. Svo bara eitthvað svona, svo kemur hún aftur, ég er búin að koma hann fyrir hann að leggjast en það hitta hann í hóluna með bumbuna og brjóstinn og setja andið með dóni, svo er ég bara eitthvað, akkur var hann að fara fram? Já, ég var búin að fara úr sundfötunum. Svo kemur hún aftur inn í eitthvað, átti ég að fara úr sundfötunum? Já, ég, fuck. Var maður ekki svona litla brók, svona plastbrók eða eitthvað? Nei, það var ekki. Og það var á Bali þá? Já. Það fekk með svona pappabrók? Já. Hvað? Ég held að þú getur náttúrulega verið á brókunum. En eftir sundból? Já, ég þá bara þarf að fara úr honum, sko. Öllum? Já, en það var náttúrulega bara ég veist. Já, fórstu úr honum öllum? Ég fór öllu, sko. En ég var reyndar í bikini, þannig ég hefði alveg haldið brókinni á, en fyrst, ég gerði það bara ekki. Nei, ok. Bara in my birthday suit? Já, ándjúst, að því að ég gerði mistökin var eitthvað svona, að ég fatt að auðvitað á ég að taka toppin af, hún var að nutta með bakið. En já, svo var ég bara, whatever, þá bara læti ég alveg flakka.
en það er náttúrulega bara, þetta er bara kósi. Það er svo fyndið eitthvað, það er svo vandrald, ég er svona kvíða við þessu, á ég að fara úr öllu eða engu, hverju er svona, en ég hugsa að það myndi eitthvað svona, ef ég væri sundból, þá þyrfti ég að fara úr öllum. Nema, hún myndi bara bretta niður eða eitthvað. Allan á whatever, skilur þessi kona er öllu við hún er ekki með hangklæði í rassinum jú, þú veist, alveg þú veist annars er eitthvað berskjald, það er bara eitthvað með bumbun og onni og rassinu nei, þú veist, með hellinga, eitthvað svona teppum og eitthvað lagi og eitthvað svona en þetta var guð minn góður hvað það er ég heit ekki ímynda með, sko og líka, sko, þú veist, hún nutaði mig náttúrulega bara og þú veist, og svo sett hún mig líka á bakið og það er pínu óþægilegt, þú veist, ef ég er heima og mér er líka á bakinu út af því, þú veist, það er bara svona það er einhver æð þú veist, ekki, don't sue me ef ég er frá villmála, en það er einhver svona æð sem að, þú veist, þingslinn og bumbunni leggjast á, þannig að þú getur fyrir svona smá yfirlið, ef þú liggur á bakinu lengi og stóðum kasóléttur. Þetta er alltaf læg svona fyrst og eitthvað, en að því hún setti svo ótrúlega hátt undir hausinn á mér, að þá var það bara geðveikt þægilegt. Fann ég ekkert fyrir þessu. Og svo eftir á, þú veist, hún nuttaði alltaf eitthvað svona, og svo var ég alltaf bara sko, ég er ekki bara löðrandi í lemongrass og þetta var svo þægilegt þannig að alltaf núna því ég er heima og setja með lemongrass og djólíuna eftir á þá er ég alltaf bara svona líður eins og ég sé aftur komin í nett það var geðið löng saga en ég bara þurfti að segja það mjög skemmtileg saga ekki bara ég þarf að fara að bóka mig í nett sko. ég ætla að þú veist ef þið eru að fara í baby shower ef þið ólíta vinkonu, konu frængu, mömmu, systur, whatever þetta er bara, þetta er fullkomin gjöf þetta er svo góð gjöf og maður er einhvern svona baby shower og eitthvað þannig og maður fattar aldrei svona hvað getur mig gert fyrir hana, skilur geggjugjöf ég ætla að þú veist bara 100% bara mæli með love that, sko algjörlega hefur hvað ég ger gær hvað? Ég fekk mér tebóðsrefin þú fekkstu tebóðsrefin ég fekk mér hann í krúti já, hvernig var það? geggjað ég hef ekkert maður rætt, færðu þér sveita eða hupu? Huppuís, allan ég fæ mér hupu líka já, við heldum að þurftum að velja það í uppskriftunum okkar og við okkar huppuís en svo náttúrulega getur fólk valið já, og það er líka geggjað gott að blanda ef þú ert smá í svona creamy feelinga þegar sveitaísin er meira svona creamy rjómaís að blanda þeim saman 50-50 ég hef aldrei pröfað það er mjög gott, sko ég þarf að pröfa það með okkar blöndu, sko já, það er svona meira juicy, skilur I like it, sko, rjómaís, skilur ég fíla bara svona léttan ís það er svona fíla ég huppuísin svo mikið já, ég líka, sko, að ég fór einmitt daginn með, þú veist, Gunna og bróður hans og kæristu hans og fengum okkur öll tebóðsrefin og hún fekk sér, mákona mín, hún fekk sér tebóðs, nei, er það mákona? Svilkona mín já. Hún fekk sér sveitaís ég aldrei smakka það það gett næs það er eitthvað geðveikt næs fyrir okkur að blanda já, ég þarf að pröfa tebóðsrefið þannig ég ekki pröfa það en ég fæ mér krút, ég elska huppukrút það er svo mikið hax já, því að ég er nýbúin að borða á eitthvað kvöldmatt en langaði í svona smá já, eitthvað smá og já, það var bara svona perfekt skammtur þetta er það, sko en tebóðsrefin er það góður, ég var bara svona ég hefði alveg getað lítinn, sko já, hefði getað, sko en stundum er það bara græðki, sko það er nefnilega máli, sko já, en þetta er svona perfekt að þú vilt bara smá svona dessert já ég fór með Gunnum daginn fyrir stóran, sko já, pensi líka stóran? Já. Ég bara, hver fæsi bara stóran? og hún fekk það líka í lítirsboksi í eitthvað pensi hvernig á ég að taka mynda af þessu? já, nokkuð þetta, it ain't pretty það er bara eitthvað risa box já, bara, ok en svona eru þeir já, svona eru þeir, kallmenni, sko þeir eru alveg hérna en ég veist bara það er ekkert að því að fá svo stóran, sko ég get alveg slátur einum stórum en það er bara svo fyndið eitthvað að fá svo stóran og svo svona hínu nei, sko líka bara einn já, skilur, ég myndi alveg fá mig stóran með þig já bara, já, algjörlega hvernig er það kláran áður hann byrja að bráðuna, skilur það er bara pælingi ég fæ bara brainfreeze, sko það er málið ég alltaf gett lengi með ísinn en samt er maður að reyna að fara rætt af því að maður vill ekki að maður bráðni já, en samt er ég að reyna að njóta en við náttúrulega mælum með tebóðsrefnum of course í ísbúð huppi og bara svona einmitt eða langar í smá snarall eftir dinner huppukrút tebóðskrút segið það já, þetta er bara tebóðskrút
En mér fannst alveg vandrarlegt að panta. Já, ég fyrst skipt sem ég pantaði sjálf, ég sendi alltaf bensa inn. Það það sem ég sagði, Gunni, ekki þú farið hérna, því bensi fyrir alltaf einn fyrir Sunnivi. Nei, ok. Svo er ég ekki að fá tebósrefin. En maður með grímu, það veit ég veit eitthvað hverju er maður. En já, herru, topic dagsins. Iconic celebrity BFFs. Já, bestu vinir. Bestu vinir. Hvað er svona fyrst á top of mind, svona iconic bestu vinir? Sko, ég veit ekki ákveður fyrst on top of mind, ég veit ekki eins og hvort þið séu eitthvað það geggjaðir vinir í alvörunni. En mér finnst bara Kevin Hart og The Rock geggjaði fyndið dúó. Ég held að sé alveg mjög góð vinir í alvörunni. Ég held það nefnilega líka, sko. En svona kannski vinnu tengt, skilur, en já, þeir eru mjög fyndnir saman. Mér finnst það, að þeir eru líka bara svo, það er svo geggjaði bandir á milli þeirra. Þannig að það er það sem kom fyrst hjá mér. Já, mjög áhugavert. Já, hvað hjá þér? Kendall og Bella Hadid. Já, einmitt. Ég er svona ekki eitthvað huge Kendall fan. Nei. En þetta er bara svona fyrsta sem er datt í hug. Ég elska Kendall á Instagram, skilur, og horfa á hana. En stundum þegar ég er að horfa á Keeping Up, þá er ég bara, oh my god, sko. Já, þú ert ekki alveg alltaf að tengja væpið hennar. Nei, mér finnst þú bara svo mjög frekar stundum. Sorry. Hún er það, sko. Og líka bara eins og að hóði á Drunk Get Ready With Us með Kendall og Kylie. Og ég var bara svona, Kendall. Þú veist, Kylie var eitthvað svona, og hún var bara svona, ég get hann ekki, sko, ég var bara svona, ég tengdi svo mikið við Kylie hana. Já, hún var bara eitthvað, hvað er að þér? Já, getum við aðeins, við erum að taka um en það mér fyndi vídeo. Mjög gott vídeo, sko. En ég skil alveg hvað mér en mér finnst líka með Kendall, sko, að því mér finnst hún eiginlega svo marga bestu vinkonur. Að þú veist, þess vegna get ég ekki verið eitthvað svona, er hún besta vinkona Bellu? Nei, mitt. Eða er hún, að því að svo... Mér finnst það bara svo líta vel út bara on paper, skilur við. 100%. Svona myndirnar af þeim og maður er svona, wow, goals. Einmitt, 100%, sko. En þú veist, svo hún geðvika og vinkona Hailey Bieber. Og hún er geðvika og vinkona Gigi. Það er líka mjög iconic. Já. Kendall og Hailey. Já. Svo hún líka gekk og vinkona Gigi. Já. Þannig að maður er bara svona, já. Hvað er besta vinkonur? Hver er besta vinkonur? Marga bestu vinkonur, sant? 100%. Já, mjög marga bestu vinkonur. Já, 100%, sko. Þú getur alveg... Og maður álíka bara svona mismunandi væp með öllum. Þannig að það er gaman. Algjörlega. Svona sumir hluti sem maður hringir í þessa og sumir hluti sem maður hringir í hérna. Algjörlega. En, ok, ég þú veist, var samt, þú veist, þegar ég var svona að rannsaka fyrir hana þátt, þá fannst mér ótrúlega mikið eitthvað svona, ég veit ekki hvort að þú tengir við þetta, en mér fannst ótrúlega mikið bara svona, já, þessari bestu vinir að því hún sagði henni svona þetta hana. Já. Ég svona, það gerir þig ekki að bestu vinkonu. Nei. Þú veist, bestu vinkona fyrir mér er eitthvað svona, þú veist, þú þarft ekki að hafa verið vinir gett lengi. Nei, alls ekki. Til þess að vera bestu vinir. Nei. En mér finnst ekki nóg að þú vannst einu svona með henni í bíómynd, talaði vel hana eftir og svo að það var geðið mikið snild að vinna með henni. Já. Það var einhver hver var það? Rihanna og Cara Delevingne, já. Og hún lappaði upp á Rihanna, sagði að hún var flott, sló hann í rassinn og þess vegna þær á listanum með bestu vinkonur. Bara svona, það gerir ykkur ekki bestu vinkonur fyrir mér, sko. Ekki alveg. Þú veist, já, mér fannst ótrúlega oft tekið bara svona að því að ein stjarna talaði vel aðra stjörnu sem myndir ekkert endilega púsla saman í haustninum sem eitthvað bestu vinir, að þá þau bara, já, þau eru geðveikóðu vinir, sko. Og maður bara svona, geðveikóðu vinir er búið í brúðkaupið þitt. Geðveikóðu vinir eru, þú veist, þú chilla með þeim fyrir utan vinnu. Já, og þú veist, já, hringir í á reglulega, skilur og heyrir í þeim. Þannig að það er svona, þú veist, mér fannst margt vera svona aðeins og hæpað. Já, en svo svona inn á milli, eins og Cameron Diaz og Drew Barrymore. Nákvæmlega, þær, mér finnst það geggjast. Já, ég hef ekki hugmynd að þær voru svona góða vinkonur, sko. Ekki heldur. En segja okkur frá hvernig þær. Þú má segja. Ok, sem sagt, Drew Barrymore er aðeins yngri, heldur en Cameron Diaz. Og hún sagði eitthvað 2 árum ekki. Já, hún sagði mér eitthvað frá, þú veist, já, við, þú veist, vorum báðar frá LA, báðar bara LA stelpur eða þannig. Og Drew Barrymore var sérst að vinna á kaffihúsi, svona krútlegt, 14 ára. Og og Cameron Diaz var aðeins í módelbransanum. Og Drew Barrymore var sérst að serva henni bara að, þú veist, bara bera borð til hennar kaffi, bolla. Það áttu ykkur að þau samvílega vini, þau svona frá LA, þau voru báðar þaðan. Og síðan þá hafa það bara verið, þú veist, það bara okkur bondu og hafa bara verið vinkonur. Það er mjög cute.
Það ógeðslega sætt. Og þú veist, eru líka bara svona close vinkonur, skilur. Nánar vinkonur. Líka frá, þú veist, frá því að Drew var til 14 og Cameron Diaz 16 ára. Já. Það líka svo fyndir aldur einhvern veginn til að vera vinkonur, því 14 og 16 var svo mikill munur hana. Það þannig bara. Þroskalega að segja, skilur. En báðar augljóslega með sömu áhugamál. Já. Þú veist, langaði, þú veist, að komast og sveipa stað. Já, báðar svona comedy. Já. Svona típur. Ljósaðar, skemmtilegar, einhvern veginn. Love them both, sko. Já, og þær tala ógeðslega fallega hvor aðra og og eru bara geðveikur vinkonur. Já, ég vissi þetta ekki. Nei, ég vissi þetta í rauninni ekki og mér finnst það geggjað. Gaman þegar hlutir koma hana óvart. Já, samanlega. Þú veist, Cameron Diaz og Drew Barrymore, já, einmitt. En þær eru bara svona vinkonur, þær hringi hvor aðra og Já. Og eru þau boðin í brúðkaupið og allt það. True friendship. Þau líka hvorugar af þessum manneskjum bæði Drew nýja Cameron Diaz eitthvað geðveitt public. Nei, þannig að þessna maður ekkert mikið að sjá þetta. Já, true. Þetta er ekki svona virkar á samfélagsmiðlum. Nei, nákvæmlega. Og deila lífinu sínu þar. Nákvæmlega. Ekki svona reality TV. Nei, en það er gaman að vita af þessu. Sammála. Að vita þegar Cameron og þú veist, þegar Cameron Diaz situr heima og er bara svona, hvað ég gera á hringur í Drew Barrymore. Það er skemmtilegt að vita. Já, mjög. Gott að vita það. En annað líka sem ég fannst svona pínu skemmtilegt vináttusamband, pínu svona þú veist, ég veit ekki okkur þetta komur óvart, ég hef heyrt þetta áður en samt var ég svona, já, eitthvað fyndi. En það er Eva Longoria, sem við þekkjum öll úr Desperate Housewives og Victoria Beckham. Já, ok. Já, ég veit ekki af hverju mér finnst þetta. Ég veist þetta ekki. Nei, en það er ekki skemmtilegt að því að þú veist, það er líka, já, þú veist, það eru einu bresk og einu bandarísk, það er ekki eins og þú veist, þú getur ekki átt vini frá útlöndum en bara svona skrítið að þeirra leiðir hafa svona líka að það er ekki svo þær hafa verið að leika saman í ykkur eða... Nei, nákvæmlega en þetta gerðist víst bara þegar Beckham fjölskyldan þú veist, þau hafa átt heima í Bandaríkjunum líka og urðu bara þú veist, geðveikt góðar vinkonur örugglega bara þú veist ég get ímyndað mér að þetta er bara því að þær búið saman nágrenni eða eitthvað þannig en það góðar vinkonur að sem sagt Victoria Beckham er meiri segja hvað segir maður, bara hannaði brúðkaupskjólinn hennar. Já, vá. Þú veist, það er alveg mikið. Já. Líka Eva Longoria er guðmóðir. Nei. Harper, dóttirinn. Og þá er það mjög close. Það er svona. Close. Já. What? Einmitt. Það er mjög áhugavert. Mér finnst það sturlað. Af því að þú veist, það eru einmitt, þú veist, tvær konur sem er ekki einu sinni bara sama bransa. En það er geggjað. Eva Longoria og Victoria Beckham. Já. Það eru svona smá svipaðar. Já, það eru smá svipaðar, sko. Svona petít, smá líkar í útliti, maður pælir því. Já, örugglega með bara, þú veist, einmitt. Örugglega borða sem hluti, æfa sama prógram eitthvað neina í, þú veist. Alltaf, ég sé það fyrir mig að fara svona saman í Pilates eða eitthvað. Já, ég sé það ógeðslega mikið fyrir mér. Ándjóks. Og elska sama vínið. Já. Eitthvað. Er sem er rósa vín eða eitthvað. Já, nútjúk. Nei, áttu Victoria Beckham ekki eitthvað hvítin, svona Pinot Grigio eða eitthvað? Jú, pottit. Maður fórum í áfengisstáttunum, ég held það. Pottit, sko. Þau tvö áttu saman eitthvað svona vínlínu eða eitthvað. Minni mig. Já, 100% það getur vel verið, sko. Allar mjög það krútlegt að ég var Longoria og Victoria Beckham. Kemur óvart, skemmtilegt. Sammála. Hvernig er þú með? Heyrðu Tobey Maguire og Leonardo DiCaprio. Tobey Maguire? Hann leikur svona original Spider-Man. Já, þessi, já. Já. Þeir eru bara víst mjög nánir og bara elska hvern annan mikið. Mér finnst DiCaprio, hann svona mér finnst hann pínu svona af því sem maður sér þá finnst hann pínu taka svona tímabil með vinum. Já, það? Já. Ég held að það ekki eftir. Nei, ég veit ekki hvort það sé, þú veist kannski í kringum bara hlutana sem hann er að vinna í kringum, en eins og bara á síðast ári þá var Leonardo og Brad Pitt fárlega mikið saman. Já, og út af náttúrulega myndinni Once Upon a Time in Hollywood. Já, það getur verið. Það getur verið, en líka bara ég heldur að því að Brad Pitt var sér orðan á lausu. Aha. Þeir eru svona saman í þessar stórmynd, sko. Já. Alltaf sé ekki út af því. Og þá bara byrjar að chilla saman eftir það. Jú, en svo voru einmitt bara svo mikið að fara saman út af lífið og þannig, skilur. Þegar þú líka það, þú veist, þú ég held verður ógeðslega góða vinur, alltaf eitthvað og setti með einhverjum og 100%. Og þá bara kynstu fleirum og kannski takja tímabil saman og svo fyrir að setja með næsta og þá er þetta bara þessu geggjaða líka. Ekki að því, 100%.
en bara segja mér fannst svo fyndið þú veist að ég var alltaf að hugsa þú veist, var Brad Pitt aldrei svona mikið með honum að því að hann var þú veist bara fjölskyldumæður, skilur mikið heima og svo breytist það I don't know True I don't know Ég held að Toby og Leonardo hafa ekki leikinn einu það ekki sem ég man eftir í hlutu bræði Nei en þeir syngja reglulega á milli og spjalla og alls konar verkefni og eitthvað ég hef ekki hugmynd því heldur Nei. ég veit ekki alveg ég sé ekki fyrir mér neina mynd af því að eina mynd sem ég veit að Tobey Maguire leikir í er bara Spiderman sko já þú veit að meira en ég sko ég veit ekki neina aðra mynd sko en eitt annað iconic friendship Snoop Dogg og Martha Stewart já, það er náttúrulega gerði svolítið á seinna árum en það er ógeðslega krútlegt en heldur þú veist það að þetta sé þú veist alvöru vinátta hann segir alltaf I love Martha like I love her for real okay. she's the big sister I never had já mér finnst það mjög cute en þessu spurning og svo segir hún I like his laid back energy I love him I like his outspokenness I like his sense of timing I like spending time with you já don't love it, I like it það er svona, já ég held að Snoop sé svona típa sem er bara, ef hann fílar einhver það er bara, fucking, ég elska þig ég digga þig, I love you man það, þú veist, mitt en ég veit ekki hvort að það sé típan, þú veist, bestu vinir nei, 100% ekki, sko nei, það en krútlegt, ógeðslega krútlegt vináttssamband en svona tvær sem eru bara bestu vinkonur er til dæmis Courtney Cox og Jennifer Aniston sem við náttúrulega vitum það er bara eins gott fyrir þær sko það er verða að vera það er svo aðsynlegt að vera búin að leika í Friends og þátturinn heiti Friends og það er að leika bestu vinkonur ég held að það sé ekki hægt að vera ekki vinkonur eftir að leika í Friends allan annan tíma sko. það er samt ef þú pælir í því eins og Sarah Jessica Parker úr Sex and the City og hún sem leikur sem menn þau, ég man ekki hún heitir akkur núna það eru óvinkonur what? Við tala það, þú veist, hvað það sem kemur ekki, þú veist, það er ekki einhvern veginn hægt að byrja það saman með Friends ég veit það er ekki hægt að byrja, en það er samt, þú veist, að þegar maður svona hugsar, vá, ef ég þyrfti að eyða svona ógeðslega miklum tíma myndi maður ekki bara svona grow to love the person, skilur en ætlaði að hafa ekki eitthvað komið fyrir það á milli þeirra bara, þú veist, jú, pottit þú veist, það voru ekki óvinkonur bara leið og hittust fyrst skipti nei, það var bara eitthvað sem gerðist einhversu tryggraði einmitt, en maður myndi bara svona halda þegar maður þarf að vinna svo lengi með ykkur einmitt, maður yrði bara bestu vinnir en það er greinlega ekki sjálfsagt nei, 100% ekki þannig að þú veist, en við eigum eftir að taka óvinni í Hollywood ekkert mann, en mér langar bara að skjóta sinni því að þú veist já, algjörlega það er ekkert allir sem að verða bestu vinnir nei sem er geðið sorglegt þú veist, það get ömulegt að hugsa út í Sex and the City krúið og hugsa bara, þeir eru ekki vinkonur mér finnst það glatað já, það snerti mig ekki sko nei, ég minnst það alveg bara pínlegilegt já, það er ástæðan okkur það er sem enn það einhvern veginn ég veit ekki, það er hún og Carrie eru svo ólíkar já, mér langar að það sé vinkonur já, ég veit ekki, en það er ástæðan okkur það er ekki, þú veist, sem enn það verður ekki í næstu og eitthvað svona þannig það er alveg sorglegt en Courtney Cox og Jennifer Aniston, þær eru bara 100% bara fárlega bara lojal vinkonur bara í gegnum öll þessi ár og hafa verið bara síðan Friends kom út það er cute það er ógeðslega sætt það eru svo mikið, já, mikla dúllur I love them sko já, held að sé líka bara ógeðslega nauðsynlegt þegar þú ert, þú veist Jennifer Aniston og Courtney Cox skilur, það eru stórstjörnur sko að eiga vinkonu, ég held að það sé ógeðslega mikilvægt að eiga vini sem eru ekki í bransanum nána og sem í bransanum já, algjörlega, þannig getur tengt við þau já, líka heldur það ekki? jú þú veist að því þú verður að geta svona rantað eitthvað sem að aðeins önnur manneski í bransanum myndi vita að væri óþolandi, en svo þarftu líka búin að eiga vini sem draga aðeins neyru jörna já og eru bara svona hvort fór ég mæla já, eða bara eitthvað svona, þú veist, já, ég verður matabúðinni og er að hvort yfir ykkur normal eitthvað þannig ég held að sé svona bæði mikilvægt svo sá ég að Serena Williams tennismeistarinn að hún og Meghan Markle það væri svo geðgóða vinkonur what? já, hann að þú veist þær fara ekkert eitthvað way back skilur en þær voru vinkonur áður eins og hún varð prinsessa
And she's not anymore. Já, nei, nokkla. En þær eru sérst voða nánar, sko. Og að mig minni rétt að þá hefði Serena Williams verið búin í brúðkaupi, sko. Já, ok. Það er hjút að vera búin í Royal brúðkaup, sko. Það er alveg markmið, sko. Já. Við þurfum að fregnast þínu, það mástu. Já. Bara til að geta sagt það, sko. Er það ekki? Jú. Já. Ég bara 100%. Ég bara þóst líka við eitthvað í heilt ár. Fá væt. Það getur ekki verið svo flókið með þér. Svo náttúrulega bara að þú vorum að tala um Jennifer Aniston. Hún og Reese Witherspoon. Ok, love that. Þær eru líka fárlega góð vinkonur, sko. Elskar Reese. En ég veit ekki hvort að það hafi komið bara eftir þú veist, eftir að voru vinna saman en þær hæpa alltaf hver aðra geðvitt mikið upp. Já, ok. En mér finnst það báðu að vera einmitt svona típur svona, ég sé það ógeðslega mikið fyrir mér. Já, bara geðvitt mikið svona girl power. Bara women empowerment, eitthvað, já. Bara elska alla einhvern veginn. Já. True. Þannig að ég held að Jennifer Aniston gæti ekki failed me. Nei. Sko að meina, þú veist, ekki Reese Witherspoon heldur og ekki Courtney Cox, en bara svona, það er eitthvað Jennifer er bara... Hún er eitthvað svo solid. Já, bara eins og Brynni var fyrir okkur skilur. Já. Og er. Já. Það er bara svona, ef eitthvað myndi gerast, þá var ég bara, það grínst. Ekki Jennifer Aniston. Nei. Já. Á gríns. Herri, næsta, Ashley Benson og Seamus Chell úr Pretty Little Things. Já. Pretty Little Liars. Já, Pretty Little Liars. Það var eitthvað vitlaust. Ég var bara, já, Pretty Little Thing. Já, Pretty Little Liars. Þær eru bara BFFs. Ok, elska. Eftir þær sem kynnast á setti. Já. Og samt bara búin að vera í 9 ár, örugglega 10 ár núna, 2020 heimild. Og þær fara bara í frí saman, fara Coachella og þær eru með svona eigin svona friendship name sem er Butto Benzo. Það er með þess hashtag fyrir það. Ok, elska. Við þurfum að fá hashtag fyrir eitthvað. Hvað er okkar nafn? Við náttúrulega heitum, sko, hefur Bunneva. Bunneva. Þú fær 1 staf. Binneva. Nei. Sunda. Surta. Oi, we can't don't make Surta thing. Hashtag Surta. Nei, please don't. Oi. Nei, við heitum svona báðar ekki björtu nafni. En það meikar það bara eitthvað bara hvað ekkert sens, skilur. En ef við pælti, þú heitir bara þú veist, Sól. Já, Sól drottning. Því er svona það. Eva því er drottning. Og Sunna því er Sól. Já, þá heitir þú Sól drottning. Já, ég veit ekki hvað Sunneva, hvort það því eitthvað sjálfstætt. Sjálfstætt? Já, sem nafn skilur við alltaf 2 mismunandi nöfn. Það heitir það. En þitt því er hvað aftur? Birta, því er bara Birta. Já, bara ekkert meir. Nei, það því er bara fyrst. Gjöf Sólar, það er Sunneva. Ok, getur þú googlað Birta? Já. Gjöf Sólar. Þú ert bara gjöf til okkar á jörðinni, sólinni, það er saglegt. Til að birta upp daginn. Já. Oh my god, þú ert komin inn í þetta. Það kemur alltaf bara birta. Ég var að gera nafn. Birta nafnið. Birta nafnið. Kemur bara display the name. Já, einmitt. Æ, ástu mín, það er erfitt að finna hvaða nafnið þér. Já, en ég held að segja þessi bara pínu sjálf, sko. Já. Birta. Bara Bjart eða eitthvað. Skilur. Veitu, við getum örugglega googlað hér. Birta. Ég er samtalið, sko. Birta, já. Ljómi, eða bara Birta. Já, veist, einmitt. Það segir sér sjálf. Já. Það er ekki mikið mystery að þarna. Og líka líf, skilur. Líf, já. Ég hef alveg verið spurð, sko, þegar vorum að vinna í vörklass. Já. Það vorum með svona, þú veist, vorum alltaf með svona name tag eða svona þannig. Vorum með svona, hvað heitir þetta, bara svona borðutin hálsinn og svona nafnspjald okkar, basically. Og ég var ekkert um að afgreða eitthvað í bústinu og eitthvað svona eitthvað, Birta Líf, eitthvað. Voru mamma og pappi hippar. Nei. Jú, þetta er svo ógeðslega jákvætt eitthvað. Já. Þetta er eitthvað. En þetta er alveg vinsælt nafn, eða, þú veist, það er alveg margir sem heita Birta Líf. Já, það voru ekki margir þegar ég var skil, sko. En það er ekki svo eitthvað skrítið nafn, skilur þú? Nei. En hann bara fóldar henni. Já, hann fannst eitthvað ótrúlega jákvæð. Heyrðu, þú veist eitthvað eirþýðir? Nei. Lækningagyðjan í norrænni goðafræði.
shit, þau voru bara foreldrar hínu voru bara, this is a queen já, bara she's a god and a gift from the sun já, ándjóks ég veit ekki, hvernig fórum við þetta? Okkur fórum við já, þegar við erum að finna best í nafni okkar það er ekkert nei, það er bara eitthvað, þú veist eitthvað sem tengist, bara ég veit ekki Birtefa nei, ekki engin sens ef þið eru með betri hugmynd þá það meikar ekkert sens jú, eitthvað lífeyri oi borgi lífeyri vá, hvað er með boring samsetningu ég veit hvað voru þær með Ashley Benson og Shea Mitchell ég veit ekki svona hvað Bötta Benso það er ekkit betra sko nei Birtefa eða ég veit ekki alveg hvað það að koma að því að þetta er ekki eftirnöfnið þeirra Börto Benso Bötta Benso já, ég veit ekki, það er eitthvað enga húmur hana to my Veronica þær eru potið með eitthvað svona alter ego öruglega sem er að þykast þeirra það er eitthvað svona eitthvað enga húmur sem maður hefur bara sagt eitthvað frá sem við mistum af þær eru bara þetta er bara page sko, Bötta Benso vá, ok það er bara að vita allir sem eru fans á þeim að þær eru Bötta Benso Ashley Benson, Shea Mitchell ég elska Shea Mitchell ég líka, hún er líka geggjöð á TikTok já, hún er geggjöð á TikTok já, ég elska hana hún er ógeðslega fyndin ertu með eitthvað fleiri, best friends? Hörru, nei, erst þú með? Þú veist, ég skrifa náttúrulega Kylie og Stassi já, náttúrulega classic sko já, en þú veist já það er svona að við vitum öll Stassi var ekkert bestu vinkonunnar nei það er svona pínu já, hún er back up front sko já, smá vond sko svo náttúrulega Kim og Food God það er svona já vinur hennar sem er búin að vera lengst kannski vinur hennar en já, þú veist það er ekki margir svona on top of mind nei. það er ekki margir svona stráka Hollywood-vinir sem svona poppa upp hjá mér hratt en 100% Kevin Hart og Rock það, ég veit ekki af hverju það var fyrst nei, það er mjög gott svona iconic duo sko já, nokkla en svo sá ég alveg þú veist, þegar ég var rannsaka fyrir þátt þá sá ég alveg ofta að var þú veist kall og kona að þau voru bestu vinir og eitthvað en það var alltaf bara eitthvað svona að því voru búin að leika saman einn í bíómynd já, og ég var eitthvað svona þá en eitt fyrir Office fans já það er Mindy Kaling og BJ Novak svo leikur Ryan og já oh my god, hvað heitir hún? Kelly, já þau eru bestu vinir í alvörinni ok það er ekki cute ok og þau eru ekki bara og þau eru ekki að deyta nei, ok, kekja en þau eru bara bestu vinir og ég hef heyrt svo mikið rúmur ég veit ekki hvað það er rétt og núna má engin Office fan bara drefa mig sko eða bara og jarða mig en það er alltaf verið að segja mér að annarkvort þeirra er að skrifa þættina líka og svo er ég heilt að þau eru bæði að skrifa þættina líka já, ok þannig að það gæti alveg verið Mindy er alveg búin að skrifa helling sko já, þannig að það gæti alveg verið já. En svo er ég líka að Ryan sem er þessi BJ fyndið þinn en hans er líka að skrifa og það er svo fyndið að þetta er svona smá svona aukaleikar já, nákvæmlega þau eru að koma inn í þættina mjög gott sko skemmtilegt en gaman að heyra einmitt, þú veist, að ég var einmitt að leita eitthvað svona bestu vinn sem var stelp og strákur það var alveg frekar erfitt að finna það sko já, þú veist, líka í þáttunum þá eru þau alltaf að deyta já, ok, það er mjög fyndið það er mjög fyndið sko en eins og ég segi, ég sá alveg bara eitthvað svona þú veist, það er George Clooney og og nú er dóttir núr með hvað hann heitir skilur eitthvað, að þau voru bestu vinnur en ég bara svona, þau eru ekki bestu vinnur þau leika bara einu sinni saman í bíómynd þú veist ekki nóg bestu vinnir nei, ég verð að það er svo erfitt að finna eitthvað svona bestu vinni en ég verð að vita eitthvað svona eins og með Eva Longoria og þú veist, að þið sé eitthvað svona þannig að spjalla saman og eitthvað sé guðmóðurinn og mist það geggjað nákvæmlega svo náttúrulega bara Selena Gomez og Taylor Swift já, hvernig er að tala um það fuck that shit en já, þú veist, þær eru eitthvað svona geðvitt, góða vinkonur sem besties samt að Taylor Swift alveg gett á móti þegar hann var með Bieber og eitthvað svona þannig að ég veit ekki hvort það sé eitthvað gekk og góða vinkonur í dag við erum ekki alveg þar nei, við vitum ekki alveg þar en sko við spurðum teipaðsgestina alveg rétt við spurðum hvað væri þeirra uppáhald celebrity BFFs og við ætlum að kíka hérna hvort það sé skemmtilegt mér finnst bara mjög gott að fyrsta svari sé
Kylie og Stormi samt það ekki BFF. Það er bara mæðgur. Já. Cute og alveg hægt að vera bestu yngru mömmu sinna. Það alveg hægt, sko. It's possible. Var það fyrsta svarið? Nei, það var ekki síðasta. Já. Það var síðasta. En, ok, gott hérna, Chloe og Malika. Já. Ok, það alveg, ég, þú veist, hvað ég sammála. Það alveg vinkona sem búin að vera bara, þú veist, solid from day one fyrir Chloe. Já. Það alveg appreciation á Malika, sko. 100%. True. Ég hef aldrei tekið Malika sem eitthvað svona fame hunter. Nei. Fyrstu það? Nei. Ég veit ekki nógu mikið hana, en mér finnst það ekki, sko. Nei, mér finnst það ekki. Það er ekki vinkonarna sem var með Clear Blue auglýsinguna. Jú. Já, það ekki? Já. Fucking iconic, sko. Bara, I'm pregnant and it's an ad. Það ekki? Já. Það segir einn hérna, það var Jordan Woods og Kylie. Þær voru geggja dúó, sko. Þær voru það? Þær giftu sig í þætti og eitthvað, þú veist, þær voru bara geggja dúó. Og gríns. Það er bara fucking pirrandi að það hefði komið fyrir, sko. Þetta er bara ömulegt. Fyrir, þú veist, Tristan Thompson, sko. Já, bralla, sko. Nei, ég segi, þú veist, að það hefði verið hann. Já, einmitt. Skilurðu? Já, fyrir hann, já. Fyrir hann, allt þetta fyrir hann, já. Ég ætla að tala um umulegt fyrir hann að lendi í þessu, skilur. Ég vorkir hann ekki neitt. Nei. Alls ekki, sko. En hérna er ekki beint BFFs en elska Bella Hadid og Gigi Hadid. Þær geta alveg BFFs líka. Já. Það eru systur náttúrulega. Það eru systur sem að taka svona iconic sískinni. True. Það er alveg hellingur, sko. Svo er hérna, þetta er skemmtilegt, Tom Holland og Zendaya. Já, þau eru BFFs, sko. Það er geðið skemmtilegt. Þau er náttúrulega leika saman í Spider-Man. Já. Og eru bara búin að geggja vinir eftir það. Geðvikt. Did not know. Þau eru mjög cute. Kemur hérna kemur Kendall og Gigi og svo Bella Hadid og Kendall. Já, allt við erum búin að nefna. Já. Það er hérna, it's einu svo byrtarleif for me. Elska. Við munum bara heita þetta frekar en eitthvað að finna eitthvað samlokuna. Já. Lífeyrir. Ándjóks. Tom Holland og Robert Downey Jr. Og ég sé ekki að þeir vera góða vinir. Þeir eru alltaf bara út af Justice og eitthvað. Já. Justice. Er það ekki Justice League? Nei, Justice mín. Já. Klippa þetta út. Avengers. Já. Er það ekki að sama? Nei, Birta. Justice League er Batman, Wonder Woman, Superman. Spider-Man, Iron Man, það er Avengers, skilur. Captain America. Já. Ástu mín. Avengers of Justice. Fyrirgefið þetta. Stacey og Kylie. True. Cute. Það eru margir sem segja þannig Kylie og Jordan. Já. Eða fyrst, Rhea P. Já. Þú segir líka RIP. Já. Það er alltaf að vera að grilla mig fyrir þetta. Hvað segir þú? Maður á að segja RIP af því það er ekki RE. Já. Það er bara RIP. Rhea P. Það er alltaf því, að ég segi alltaf RIP. Alltaf bara, hvað er þetta að segja? Ég myndi alltaf aldrei segja við. Þú skilur mig ekki að, þú veist, hvað skiptir máli? Þú alveg ekki. Nei. Ef þú ætla að leiðri eitthvað, en þú skildir sem hvað ég sagði þig, það er bara svona, ef þú skildir mig ekki, þá skil ég akkur þetta leiðri mig. En ef þú veist hvað ég meina þessi Rhea P, þá veistu það. Já, shut the fuck up. Kendall Jenner og Hailey Bieber, já. Og Chloe og Malika. Svo, hvað? Kanye og Kanye? Nei, ég er að lesa Holly Madison og Kendra Wilkinson í Playboy. Já. Ég held að þær séu ekki það nánar í dag, sko. Ég held að voru það bara þegar þættinu voru, sko. Ég held það mitt. En hérna, Justin Bieber og Jaden Smith. Er það þetta vinir? Einmitt, þú veist, eru þeir eitthvað gett góði vinir? Eða þú veist, eru þeir bara... Ég var að sjá bara hvað TikTok daginn. Bara Justin Bieber eitthvað svona... Það var að analysa hann sem svona mikið svona, það var ekki að fljótur upp reiður, já, reiður maður trúðjuleg og það var komið svona marga klippur og maður svona, wow ok, hann er alveg reiður maður já, þú veist, það var eitthvað vídeo á Hailey og hann, þau voru svona í svona spiladæmi sem er svona körfubolta, skjóta körfu já. Og hún er bara miklu meira yfir hann alveg rétt, ég sá þetta og hann öskrar bara á hann bara, ég sá þetta bara svona, þetta var svona alvöru þetta reiður þú sendur mér þetta ekki? Gæti verið jú, getur verið, sko, ég sé þetta já, bara svona, what? bara slaka það á já, og líka hann þegar hann og hana, hvað heitir hann, Gordon
James Corden. Nei, Þannig að bíla karaoke gæinn. Já, James Corden, já. Corden. Já. K. Sé. Ok. Já, því að þau voru carpool karaoke og hann eitthvað að spyrja hann út í hver myndi vinna í fight, hann eða Tom Cruise og hann var bara actually reiður. Já, hann bara, ég myndi alveg vinna, hvað þú ert að pirra mig bara. Það var svona, what? Já, ég trúi alveg, sko. Hann fiskur í stjörnumerki. Já, skapstóður. Já, þeir alveg skapstóður, sko. Já, þú sem ekki reiðmanneskja, sko. Nei, ekki svona. En ég þú ekki bara, Nei, en fyrst það svona Ég myndi alveg halda það var smá svona vassberamúf sko, eða svona, og þeir eru svo mikil besserwissarar, þeir verða að vera nú rétt, skilur það er endurlega góð punktur. Já. Hann er örugglega það í Íslandi. Getur verið, og svo Gemini. Ándjóks. Tjók. Lizzo og Harry Styles. Já, þau eru mjög cute vinnir. Já. En ég ætla svona, þau bestu vinnir? Nei, örugglega ekki. Nei, einmitt. Herra, einn sem kemur þetta með, þú veist, Anna RIP. Og það er Kyle Richards og Lisa Vanderpump. Svo sammála. RIP, sko. RIP. Ándjóks. Sakna mest. Já, ég var að horfa á hérna 10. seríu með stelpum daginn. Bara aftur? Já, okay. Það er ekki múin að sjá það. Okay. Og hérna og það kemur svona flashback og eitthvað Lisa Vanderpump og ég var bara svona ég sakna og svo kenna hana líka, ég var bara kenn svo langt sem ég sé þau en Lisa er komin sin eigin þætti. Já. Hvað er spennt? Einmitt. Þurfum að tjekka sko. Já, spennt að sjá hvort þetta verður bara drastlega ekki, sko, eða hvort þetta verður geðitt. 100%. Kevin Hart og The Rock segir inn í það. Já. Segir líka Adam Sandler og Drew Barrymore. Ég vissi ekki að það verið góð vinnir í dag en... ég vissi ekki að það verið góð vinnir in real life. Nei. Þú veist, það er að tala um svona við höfum talað um það samt áður. Það málega. Svo náttúrulega saman í 50 First Dates. Já. Það er svona skemmtilega leikar að dúa, sko. Já. Þú veist, talið, já. Svo er einu en það sem segir Chrissy Teigen og Kim Kardashian. Sko, þarna myndi ég til dæmis ekki gefa þeim BFF stimpilinn. Mér finnst BFF stimpilinn vera svona eins og Malika og Chloe. Þú veist, það er svona, þú veist. Já, en það eru svona ekki celebrity báðar einhvern veginn. Hún er einhvern veginn bara celebrity eða ekki út af... Malika, jú, rauninni. Við erum reynað svona að finna... Bestu vinnir Hollywood. Sem eru bæði celebrities, eða svona stórstjörnur. En Chrissy Teigen myndi ekki fá, eða þú veist, hún er stórstjörna, en Chrissy Teigen og Kim Kardashian eru ekki bestu vinkonur. Þær voru gett nánar. Þær voru það, en þú veist, það kom alveg, þú veist, eftir að í rauninni Kanye fór að tala um, þegar Kanye var oft með, þú veist, Make America Great Again hattinn og eitthvað, og var svona, þú veist, að hitta Trump á fundum og eitthvað, þá var John Legend svo ógeðslega vonsvikinn, að það svona eiginlega sundraði sambandið, og millið, þú veist, þeirra hjóna, skilur þú veist, Chrissy Teigen og John Legend. Já, hérna Drew Barrymore og Sandler eru mjög góða vinnir. Ok, elska. Já. Geggjað. En ég samanlegaður með Chrissy og Kim. Ég er ekki bestu vinkonur, en það eru vinkonur. Allan daginn. 100% sko. En hérna eru ekki BFFs. En svo kemur hérna Kris Jenner og Jennifer Lawrence. Eru þær bestu vinkonur? Sko, það eru ekki bestu vinkonur, en það eru mjög nánar vinkonur. Og það er cute. Það er ógeðslega fyndið. Ég elska Jennifer Lawrence. Ég líka. Hún sem ekki king, sko. Bara allt sem hún gerir er fyndið og skemmtilegt. En hérna, þú veist, já, Jennifer Lawrence er oft í mat hjá henni og drekka með Kris Jenner og eitthvað. What? Já. Það er bara skemmtilegt og það segir mér líka bara meira Kris Jenner að hún sem ekki legend, skilur, af því að bara Jennifer Lawrence langar að chilla með henni, skilur, af því að hún er svo mikið. Hún er svo mikið, hún er svo fyndin, sko. Elska hana. Hún er svo fyndin. Hún er svo relatable eitthvað. Hún er það. I love her. Ariana Grande og Victoria Monet. Akkur ekki að kveika hvað Victoria Monet er. Það er besta vinkonur hennar og þær gerðu lag saman. Beða að gera hana það mér. Monopoly. Já, American Singer. Já, mitt. Já, þær eru með cute vinkonur. Og Dúló. Já, líka eins sem segir hennar Chloe og Scott. True. Það er alveg sætt. Þau eru alveg svona bestu vinnur, sko. Leonardo og Kate Winslet, já, ég náttúrulega sá það á netuna, þau væri víst gekk og vinnir. En hérna, ég vissi það ekki hugmynd. Nei. Kate Winslet úr Titanic. Það er náttúrulega örgulega erfitt að vera ekki vinnir eftir að leika í svona ógeðslega iconic mynd. Það hlýtur að vera, sko. Það bara hlýtur að vera.
það eins sem segir hérna, þetta kannski ekki alveg í tepu á stilnum, en Mason Mount og Declan Rice, en það eru fótboltamenn, þeir hafa verið BFF síðan og voru 6 ára og núna saman í enska landsliðinu. Það krútlegt. Já, mjög. Elska. Hollywood celebrities. Já. En ég fíla það samt. En ég fíla það samt. Já. Það eitthvað svo krútlegt. Kim og Paris Hilton. Já, og það alveg krútlegt, skilur. En það ennþá. Það ekki bestu vinkonur samt. En það voru samt alveg bestu vinkonur. Já, það voru bestu vinkonur 100%. En það ekki svona, þú veist. Já, þetta er mjög mikið af Kendall Bella Kendall, Kendall Gigi, Hailey Kendall. Já. Vá, hvað er mikið að því? Ógeðslega mikið Kendall og Hailey, sko. Já, og svo er ógeðslega mikið sem við erum búin að nefna. Já, nákvæmlega. Eins sem kemur hérna Stormy, True og Chicago er líka Future Iconic Trio. Það er satt. True. Litlu frængunar. Þetta segir ykkur Tobey Maguire og Leonardo DiCaprio. Já. Love that. Machine Gun Kelly og Pete Davidson. Ok, ég sé ekki að þeir eru vinnir. Nei, ekki heldur. Svo eru sumir sem eru að nefna einhver svona YouTube-stjörnur. Já. Það er svo margir sem segja við líka. Já, love you guys. We wish we were in Hollywood. Já. But okay, so thank you though. En það er 100%. Hvað erum við búin að vera vinkonur lengi? Við töluðum þetta í fyrsta þættinum. Ég held það náttúrulega var í fyrra. Þannig að það er ár liðið, basically. Má ég sjá, þetta eru 7-8 ár. Já, ég heldur sem 8. ári. Já, það ekki. Jú. Og ef það er yfir 7 ár, þá var það á að vera svona forever. Já. So we made it, baby. We made it. Woo! Svo er það ekki komið að gera vitust með að Nei, við erum potið. 8. Já, we made it. 8. ári okkar. 8. ári okkar. Love that for us. Já, ég elska bestu vini. Ég líka. Ég elska, það er svo gott að eiga bestu vini. Best. Það er best að eiga bestu vini. Bestu vini. En hvað finnst þér, þú veist, vera svona, hvað finnst þér skilgreina bestu vini? Burtu frá bara vini. Bara svona fólk sem þú tala við reglulega, eða daglega líka við. Finnst þér það? En samtali svona kannski vikulega. Mér nefnilega finnst það ekki, sko. Ekki? Mér finnst þau alveg geta átt bara bestu vini sem að, þú veist, sko, að því að ég myndi líka skilgreina bestu vini eitthvað sem getur bara tekið upp símann, það er bara eins og við höfum talað saman í gær, en það er kannski liðið bara gett langur tími. Algjörlega, það er alveg þannig líka. Já. Þú veist eins og þegar þú bjóst úti þá voru við ekki að heyra staglega, skilur. Nei, nákvæmlega. En svo leið og við heyrðumst þá var það bara eins og alltaf, skilur. Ok, segjum, ég veit að leið aldrei mánuður, en segjum, þú veist, að leið mánuður, skilur. Þetta er samt, þú ert samt þannig manneski að ég geti tekið upp símann og bara, herru, ég var að drepa mann. Æfattur, skilur, þú veist, ég var að tala hringt og sagt hvað sem er, þú myndi aldrei hringja og segja það, en því, you get the point, skilur, eitthvað sem þú ætlar að fá til að hjálpa bara fyrir líkið eitthvað þannig. En ég myndi halda að bestu vinnu væri svona algjörlega, þú bara treystir 100%. Bara, þú veist, getur bara hringt í hverjan sem er. Já, og þótt að segja mér eitthvað svona, þú veist, ef það myndi líða mánuður, ég myndi samt ekki þurfa að líða illa að vera eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona catch up fyrst, ég geti verið bara strax bara þetta, þú veist, eitthvað. Já. Ég sendi alltaf bara svona snappa á alla bestu vinum mín alla daga, sko. Já, maður er alltaf í bandi, sko. Það er svo auðvelt í dag að vera í bandi. Já, en mér finnst ekki sama sem merkja að þú þurfir að tala saman með bestu vinina alla daga. En alveg árlega, sko. Já, þú þarfst að tala við þá, skilur. En svona, já. Ég veit ekki, mér finnst það svona... Mér finnst alveg, þú sem besti vinur einhvers, þá ertu, you make the effort að hitta mannskina. Það er rétt. Og þannig, þú veist, þú ert ekki bara besti vinur og hittir hann einu svona ári, eða þú veist. Nei, nákvæmlega. Mér finnst það ekki. Nákvæmlega. 100%, þú þarft einmitt að vera, þú veist, þetta þarf að vera two-way street. Þú veist, annars þeir eru bara vinir, skilur. Já. Besti vinir, þú ert bara að kreyfa að hittast reglulega, skilur. Já, og vera saman. Við erum bara alltaf bara, ok, ég fara að spila, ég var að gera þetta, skilur. Já, tölum saman á FaceTime í 2 tíma. Næstu 2, munaði 3 mínútum. Við chillum bara saman, við erum bara einhver ringir, svo bara chillum við saman ekki saman, skilur, bara í símanum. Það er alveg rétt, sko. Og mér finnst líka alveg mikilvægt að, þú veist, fólk viti að þú mátt alveg skiptum bestu vini. Æfattur hvað ég meina? Já. Þú veist, þú þarft ekki að vera með, þú veist, segjum bara æskuvinninum að eilífu, skilur. Nei. Þú mátt alveg skipta þú veist, hann breytist svo mikið. Já, og þú veist, eitthvað sem var bestu vinnin, og eitthvað sem var bestu vinnin má alveg bara verða vinnin, skilur, eða bara ekki vinnin, skilur, whatever. En það er bara svona, þú veist,
einmitt, maður breytist. Það svo margir sem ég þekki sem fá bara svona samviskubit út af einhver svona æskuvinum sem að þið finnst þið verða að halda í út að þið búin að vinna sér á leikskóla og það er bara alls ekki þannig. Já. Þið eru bara kannski ekki á sama stað. Einmitt. Og þið þurfið ekki að vera vinur eilífið, það er að vera kunningjar og allt þetta skilur. Og líka, þú veist, svo getur alltaf mætt fólki seinna, skilur, þú getur kannski ekki verið sama stað þessi manneskja akkurat núna. Nákvæmlega. En svo kannski down the line þá bara svona, vá, þú veist, vá, hvað erum bara að væpa núna. Já, nákvæmlega. Það er líka eitthvað sem getur gerst. True. Rekindle. En þú veist, að því eitthvað var einu sinni besti vinnuðin, besta vinkonin, þú veist, það er ekki sama sem merki að svo manneskja verða alltaf. Nei. 100% ekki. En mér finnst bara alltaf lægi að segja það. Það er svo margir sem er eitthvað svona feimnir við að segja, þú veist. Nei, ég er bara 100% þannig. Já, ekki. Allan daginn. Þú veist, annars væri maður bara eitthvað ekki. Nei. Maður var ekki að neyða sig að vera að vinna neitt, sko. Nei. Og það bara stundum, það er ekki eins og neitt að gerast og þið bara vaxi í sundur, það er bara það, og það er ekkert bad blood. Nei. Skilur. Og þau bara heyrst þetta ganginu mjög stærri kringlunni eða eitthvað, skilur. Já, og svo kannski bara einn daginn og eru bara svona, hei, hvað maður væpa núna, þú veist, eitthvað. Það getur alveg verið, sko. True. En bestu vinir eru svona þeir sem að ég held, já, þú getur bara tekið upp símann og er bara herri. Fuck, this just happened. Já. Ég held að. Bara svona, hvern hringir í þess að fela lík með þér? Með þig. Það er ekki bra. Hvað myndir þú fela lík? Birta. Hvað myndir þú gera það samt? Hefur aldrei pælt í þessu? Sko, jú, ég alveg pælt í þessu. En að bara því eitthvað sagði við mig að þú veist, í steypu. Það er sniðut. Ég hugsa alltaf Þú ert of psycho þegar þú ert að hugsa þess að sé bara, já, mjög sniðut. Nei, ok, ef einhver segir að hann aldrei pælt í hvað myndi, við höfum öll hort á hryllingsmyndir og maður séð einhver verið að reyna að komast upp með eitthvað og ef einhver segir, já, ég hef aldrei pælt í hvað ég myndi gera þannig að ljúga. Já, maður bara svona hypothetically. Já, bara svona hypothetically. Ég hugsa alltaf svona, það er ógeðslega sniðut að fela lík í kirkjugörðum að það er svo mikið að líkum þar. En svo er það ógeðslega mikið vesen. Það er ógeðslega erfitt af því að þið vita alltaf hvað gröf er fresh og hver ekki. Þú þurftir eiginlega að fara þegar verið að nýbúið að jarða eitthvað. Já. Það er alveg sniðut. Þetta er topic fyrir draugur sér það, sko. Já, en bara eitt líka ég bara bæti hendan. Einhver sagði líka að það væri mjög sniðut að ég hef eitt spurt eitthvað annan að þessar spurningu og einhver sagði sem ég fannst gæstnið svar að ég svo sagt setja í svínamat af því að svín apparently borða bara allt og myndu borða allt upp á beinum. What? Þannig að þá hverfur, sko. Já, það sem hlýtur að finnast eitthvað svona DNA í kúnöður eða eitthvað, sko. Já, örugglega, en þú veist hversu líklega er löggan að fara að leita í einhverjum svínabæ. Getur verið. Eða svínakúk. Já, þetta var Ok, bara, ég er mjög spennt að vita hvort það sé ykkur ennþá að hlusta. Já. Þannig að ef þið er ennþá að hlusta mig endilega senda okkur svína-emoji. Já, svína-emoji. eða beinagrind emoji eða eitthvað. Svína-emoji. Nei, ég fíla svína-emoji. Ekki? Já. Did you catch it? Já. I don't know. Herru, gleðilegan 15. apríl. Já, gleðilegan 15. apríl. Vonandi sit ég núna annarkvæmt með barn í hendi eða barn á leiðinni. Já, vonandi er ég annarkvæmt heima mér með barn í hendi eða upp á fæðingu til núna að meiða mig. Já. Vonandi það. Herru, bon appetit. Sjáumst. Bon appetit. Ég er líka og fæðingu til þess að bon appetit. Herru, sjáumst í næsta þætti. Já.